Góðan og blessaðan daginn. Eins og sjáið þá er ég með brúnkukrem í andlitinu. Ég setti eitthvað voðalega villist á mig, þannig að ég gæti eiginlega ekki verið meira flekku. En ég er búin að prófa einu sinni áður og þá kom það sjúklega vel út. Ég veit ekki alveg hvað ég gerði villist í þetta sinn. Sko þess að ég sé bara brún, bara yfir augabrúnar. Oh my god. En já, velkomin í nýtt vlog. Sko, ég er búin að vera mjög léleg. Ég held ég að segja þetta í hvert skipti sem ég byrja að taka upp með nýtt myndband. En þetta er bara svolítið skrítið því að yfirleitt þá er ég alltaf með eitt myndband sem ég er að vinna í að edita þegar ég byrja að taka upp næsta. En núna var ég bara eitthvað, ég er ekki búin að taka upp myndband í svona 3 vikur. Og hvað er ég að taka upp? Þá veit ég hugmynd. Ég er að spá ég að segja ykkur staðreyndir mig. Svona margar. Þið kannski fá að kynnast mér aðeins betur með því að heyra þessar staðreyndir. Fyrsta staðreyndin sem ég ætla að segja ykkur er að ég er með mjög mikla táfóbíu. Nema Emilíu tær. Mér finnst það mjög sætar og krúllar. En tær er bara það ógeðslegasta sem við veitum, sko. Og ég hef alltaf verið þannig að ef einhver kemur tærnar svona upp á mér þá bara, þú veist, kippist ég hoppa bara. Eins og kanina sem var stungin á geitungi. Nei, nú verðum við að laga þetta brúnkukrem. Þetta er hrikalegt alveg. Nei. En þetta var fyrsta staðreynd. Hendum okkur í næstu. Ég er alltaf annarkvort á slæginu eða 5 mínútum á sein. Það var reyndar áður en ég átti barn. Núna er ég bara eiginlega alltaf sein. Og ekkert 5 mínútum, örugglega svona 10 mínútum, korter, hálftíma. Ups! Ég skil ekki, ok, ef við tökum dæmi. Þegar ég fór ungbarnasundið, þá var ég alltaf sein. Það var allir komnir ofan í. Ég bíð eftir að hann byrja að halda á öllum börnunum og þá var ég að labba inn og eftir að klæða Emilíu í sundfötin og klæða mig í sundfötin. Já, en þetta er eitthvað sem ég þoli ekki við sjálfa mig af því að mér finnst pirrandi að fólk er ekki stundvíst og maður verður að bera virðingu fyrir tíma annarra. Staðreynd númer 3. Hausinn minn er alltaf mjög svona bara stútfullar hugmyndum og ég er ógeðslega svona, ég myndi segja að ég væri mjög svona creative manneskja og ég er svona að hugsa þetta er ekki content og þú veist bara, ég fæ ógeðslega mikið inspo bara út allt. Og ég fæ svo mikið hugmyndum og ef ég skrifa þær ekki niður, þá man ég það ekki. Þannig ég er eiginlega bara með allt skrifað í notes eða skrifa blað út allt eða ykkur staðar, þú veist. Sama með eins og til dæmis, þegar ég fæ hugmyndir til að gefa Tómasi til dæmis afmælisgjöf, hann á núna afmæli á sunnudaginn. Hann er kannski búinn að segja mér seinasta halva árið, örugglega svona 20 hluti eða eitthvað sem hún vantar eða sem hún langar í. Og ég skrifa það ekki niður. Og svo þegar kemur að því að hann á afmæli, þá bara gleymdi ég að ég muni hvað hann vantar. Þá hendum við okkur niður í 4. staðreynd mig. Talandi að gleyma. Ég er ógeðslega gleymin. Ég er með gullfiskaminni, það er bara orðið ennþá verra eftir ég átti Emilíu. Það er talað þessa þoku og hún er bara til, en þú veist það er svo ógeðslega margir sem að tala eitthvað, já þegar við vorum í grunnskóla og þegar við vorum að lesa þessa bóka, maður veit ekki þegar að horfa á þessa mynd. Ha? Og þú veist líka þegar fólk spyr, hvað er fyrsta minningin þín? Ha? Og Tómas sko, hann bara man eitthvað síðan hann var 3 ára sko. Mér finnst það bara fáránlegt. Ég held að það sé að ljúga sko. Ef einhver man eitthvað síðan hann var 3 ára, þá er hann að ljúga. Þá er hann bara að muna eitthvað myndband sem hann hafi séð eða mynd í myndalbúmi, bara já, þú manst eftir þessu mómenti. Þú manst samt ekkert eftir því. Nóg það, ég er mjög gleymin. Talandi að vera gleymin, við hendum okkur í 5. staðreyndina. Við erum aftur að tala að vera gleymin sko. Ég man ekki nöfn, ég er glötuð. En ég man ekki nöfn. Og ég hef alveg lent í því að hitta einhvern og vera bara hæ og bara, þú veist, ég man ógeðslega, ég er geðveikt góð í að muna eftir andlitum. Og þú veist, ég man eftir fastakona í bakaríinu þegar ég var að vinna í Passion fyrir, sko, 100 árum. Emilía er vöknuð, best að sækja hana. Hei! Góðan daginn og lokkin. Emilía. Er til sætur af bros? Það er ekki til. Heyrðu, what? Ég er með Airpodin. Ég gleymi alltaf Airpodunum í eyrunum mínum. Velkomin inn í baðherbergi. Inn á baðherbergi. Emilía er með mér, hún er í ömmustólnum. Hún langar svolítið að gera fléttur. 2 fléttur hérna. Og ég sjá hvort ég náði því. Ég bara skil ekki hvernig fólk fer að þessu. Emilía, mamma er ekki góð að gera flétt. Ég er að byrja þetta í hendinni. Ég er ekki í formi, sko. Ok, ein staðreynd sem verður örugglega ekki fyrir að koma okkur neitt á óvart að ég er algjör klaufi og algjör brussa. Bara getur verið ógeðslega klaufaleg. Ég stundum alveg finnst mér það mjög pirrandi. En ég er alveg bara búin að sætta mig við það, þú veist, ég held að bara muni aldrei breytast. Og ég reynir bara frekar að hlæja því. En það er örugglega eitthvað sem þið eru löngu búin að sjá hér á YouTube. Ég er mjög viss það eru ekki margir sem vita þetta.
Af því að Instagram bara samfélagsmiðlar eru mjög blekkjandi á hæð fólks. Ok, þetta eitthvað sem þetta að koma tími til að segja eitthvað frá þessu. En ég ekki nema 50, sko ég mæli mig ekki. Ég gera það ekki út af ástæðu þegar ég nenni ekki að segja eitthvað þegar fólk spyr mig, hvað ertu lítil? Þá nenni ég helst ekki að segja hvað ég stór. En ég ekki nema kannski 1,57 á hæð. En það líka bara mjög gott veður hérna niðri og bara ég nýt mín á hælum þó ég kunni ekki að labba þeim. Og ég eiginlega líka bara loksins, eiginlega fyrst núna búin að sætta mig við hæðina mína. Ef ég var alveg hreinskilin þá fannst mér þetta alltaf mjög erfitt að vera svo lítil út af því að fólk var svo ofta að minna mig á það. Alltaf að segja mér aftur og aftur og ég bara svona, þarftu að segja mér hvað ég er lítil heldur og ég veit ekki hvað ég er lítil. Þetta er bara eins og ég var alltaf að segja við stelpu sem væri geðveikt stór og hávaxin bara vá hvað ert stór. Þetta er, eitthvað til hugsun, eitthvað til að sleppa því að segja það næst þegar þú tala við manneskju sem er lítil eða stór. Sko, yfirleitt alltaf þegar hún er í nývöknuð þá reyni ég að dansa smá með henni. Henni finnst það svo gaman og hún er nývöknuð núna og ég er ekki ennþá búin að dansa með henni. Tökum smá, sýnum eitthvað sporin sem við kunnum ég og Emilía. Núna erum við búin að dansa smá. Herri, í fyrra dag þá fekk Emilía sér síðasta súpan úr brjóstinu á mömmu. Ég var bara svolítið að leyfa henni að ráða ferðinni. Í 5 mánaða skoðuninni þá, málið var hún var farin að sofa svo ótrúlega. Æ, ég tala svo mikið um það að hún var að sofa svo rosalega illa á nóttunni og vaknaði rosalega oft til að drekka og ég tala um það í ungbarnaverndinni og hún mældi með því að prófa að gefa henni ábót á daginn og þú veist, auðvitað ef ég gæti pumpað mig og safnað og gefa henni þannig ábót en það var bara of mikið fyrir mig. Mér fannst það bara, dagarnir mínir snerust þá bara um það að pumpa mig og borða ógeðslega mikið og allt þetta bara tók svolítið á bara bæði andlega og líka bara tók á hana að vera ekki að fá nóg úr brjóstinu. En já, við ákveðum það bara eftir hún var alveg að halda sem í kurvu en var samt svona aðeins undir saman. En líka bara til að, þú veist, ná góðum svefn. Þú veist, ég tók bara öllum ráðum og prófaði þá bara að gefa henni þurrmjólk á móti og hún elskar pelan. Miklu meira en brjóstið og drakk svo vel og fekk bara nóg greinilega meðan hún var þegar hún var á brjóstinu þá var hún alltaf að berjast við brjóstið og svona detta af og mér fannst það svolítið erfitt fyrst og þegar ég vildi bara gefa henni brjóstið og ég var eitthvað voða þrjósk með og svo bara fann ég hvað það var miklu auðveldara bæði bara fyrir mig og hana. Mér leið mikið betur þegar hún bara fekk sína næringu í staðinn fyrir hún var að gráta á brjóstið og sem var bara ótrúlega erfitt. Ég bara gerði mig enga grein fyrir að brjóstagjöfin myndi taka svona á. En eins og þá bara ég mjög ánægð að náð að gefa henni í cirka 6 mánuði. Sylvi, ég bara að fá pela. Þú bara að fá pela. Hún elskar mig. Þetta spenntu á pelan. Það eiginlega bara, eins og marga tala að brjóstagjöfin sé best í heimi. Þá finnst mér eiginlega þetta bara miklu betra fyrir mig og okkur að sjá hana drekka og vera rólega og líða vel og fá nóg. Ég er að njóta mín í botn núna en með því hvernig það var svona kannski 1 gjöf á dag sem að gekk vel og hún drakk bara og var róleg. Annars voru allar hinna bara að hún var bara að detta af brjóstinu, gleypti rosalega mikið loft, hún var ekki að fá nóg, hafði enga þolinmæði að vera á brjóstinu því að hún var ekki að fá nóg mikið flæði og hún grét rosalega mikið á brjóstið og það var bara þvílíkt ströggl. Og ég er ekki að segja ykkur sem eru kannski að upplifa sama ströggl að bara drífa ykkur að setja barnið á pela eða svoleiðis en kannski bara að fá ráðgjöf og þú veist, það sem ég gerði, ég og frænka mín hjálpaði mér ótrúlega mikið og ég gerði bara eins og ég gat þangað til að ég, þú veist, þurfti bara að hugsa að hún þarf bara meira, hún þarf bara ábót og eðlilega þegar hún var að stækka og svona en ég fann svo bara þegar hún byrjaði að fá pelan þá var ég bara, ég einhvern veginn róaðist, ég var mjög stressuð að fara út úr húsi að því ég var stressuð að ég þyrfti að gefa henni brjóst að því ég var svo stressuð yfir því hvernig hún myndi verða á brjóstinu þegar hún var alveg að gráta, skulgráta oft bara á brjóstinu. Þetta finnst mér yndislegt eins og sem að segja að brjóstangjöfin sé yndislegt. Emilía. En já, við mæðgur erum bara 2 í dag. Tómas er að vinna. Svo Emilía.
Ég elska svona daga þegar maður er ekki með neitt planað. Þá hvernig dettur mér svo mikið í hug. Þá langar mér bara að gera þetta. Já, svona, sérðu eitthvað spennandi. Hún kom með ógeð allir dótinu sinni. Talandi um það að þegar maður er ekki með neitt planað, þá hvernig dettur mér alltaf í hug að gera eitthvað. Þú veist, ég veit ekki, ég fæ bara svona, ég þarf að gera eitthvað. Og yfirleitt er það eitthvað svona creative. Og þá datt mér í hug að gera svona unboxing af því ég sá það hjá Helga Óma sem daginn. Keypti hann sér held ég eitthvað frá Prada ef ég man rétt. Ég var að kaupa mér nýja skó og ég gerði svona unboxing á Instagram. Kannski set myndbandi hér. En þetta eru skórnir. Eða sjá hann hæl. Þetta er sem sagt Jódís, þetta er sem að Andrea Röfn. Tjóðlega er hann mikill snillingur. Þetta er eitthvað annað. Vel gert hjá hann, hún er búin að gefa út 3 línur. Hversu vel gert. Og ég varð að eignast allavega 1 par. En við staðreyndu mig, sko, ég skammast mín smá fyrir þessa staðreind út af því að þetta er eiginlega hrikalegt og mamma og pabbi eru mjög duglega að segja við mig að Arna, þetta gengur ekki, þú verður að byrja að sko ok, ég horfi eiginlega ekki á fréttir það er svona eiginlega Tómas sem segir mér hvað er að gerast í samfélaginu og þetta er ekki gott það verður allir að horfa á fréttir sko en ég veit ekki hvað en ég er bara rosalega léleg að horfa á fréttir ekki gott ég er að fara að reyna að bæta mig í þessu ég er svona alveg svona kíkja reglulega á Vísi en ekkert mikið meira en það erum við ekki með fleiri staðreyndir Emilia ég er algjör ofhugsari ég ofhugsa mjög mikið og það er eiginlega svona gallinn, ég myndi segja að vera gallinn við mig. Ég er oft svona, sérstaklega ef einhver svona gefur mér eitthvað skrítið væp eða eitthvað, þá bara fer ég að ofhugsa, hausinn minn bara fyrir stað og ég bara fyrir að hugsa bara, ok. Hvað hjálpi þér, ástu mín? Eða segjum það að einhver sýnir mig, mér finnst mjög erfitt þegar fólk sýnar mig. Kannski geri ég það sjálf, ég veit það ekki, en ég reyni að gera það ekki. Og ég reyni yfirleitt alltaf að svara skilaböðum þó ég geri það ekki strax. En þegar einhver sýnar mig, ég á mjög erfitt með það og mér finnst það mjög leiðilegt. Ég hef meira sér aftur þetta samtal við sko bestu vinkonum mína og segja við hana bara nennirðu ekki sýna mig. Þó ég viti að hún meini ekki neitt illa með því, þá finnst mér svo erfitt. Og fyrir ekki að segja bara, heyrðu, ég er svolítið upptekin núna, er í lagi svara þér á morgun? Eða svara þér smá, svara þér, þú veist, bara lesta smá, eða eitthvað svona, skilur við, sammála mér. Segðu hvað mamma gerði við Búsa. Ég gerði ekki neitt. Þú gerði þetta. Þú samþykktir þetta. Ein fúl. Elsku Búsi, hvað er að sjá þig? Jæja, þá erum við 3. Jæja, Emilia sofnuð. Þetta er vatn. Góðan og blessaðan daginn. Nú ætlum við að fá okkur smá að borða. Ég er með 2 börn sem þurfa vatntegli. Þetta var 3. lúrinn hennar. Hún tekur yfirleitt 2 stutta lúra, 40 mínútur og 1 langan lúr. Og sem mjög spenntur er blómkál. Emilia var að klára að borða. Hún var ógeðslega dugleg. Ég blandaði saman brokkoli og blómkáli. Ok, síðasta staðreyndin mig. Áður en ég fer að baða hana og horfa á Love Island. Já, ég var að byrja að horfa á þá í fyrsta sinn. Farin að horfa á Love Island og Bachelorette. Þetta er ekki beint staðreynd, en þetta er eitthvað sem ég geri alltaf. Og það er að ég get ekki bara tannbursta mig. Það er alltaf að vera að gera eitthvað á meðan ég er að tannbursta mig. Þetta var umöðuleg staðreynd. Ef ég er að tannbursta mig, þá er ég bara að labba út um allt og ganga frá og taka til og hætta að tannbursta mig á meðan. Og er bara eitthvað með tannburstan upp mér eitthvað út um allt. Og ég geti alveg eins fara að horfa á einn þátt og vera með bara tannburstan upp mér, sko. Ég held að það komið tími á baðtími og háttatími og gera næturrútínuna og svo fer ég að horfa á Love Island. Takk að þess að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi. Ok, þau eru ekki að nanna mér.